Já, komið þið sæl. Við byrjum hér á útgildum dagsins hvað varðar hita og við sjáum að svona hæstu hitagildin í dag, þau voru að mælast á sunnanverðum Vestfjörðum á nokkru stöðum sem að hitin var að fara í 8 stig þar og kaldast þá í innsveitum á Norðurlandi. En það er svona athyglisvert að skoða langtíma spár varðandi hitafarið. Það eru svona að benda til þess að næstu vikur verði hiti jafnvel yfir meðallagi hjá okkur sem að nú svona vísbending um það að það verði austlægar átti ríkjandi. Það verður fróðlegt að fylgjast með því, það geta náttúrulega breyst en fyrir þá sem að eru farin að bíða eftir voruna þá eru þetta náttúrulega óneitanlega nokkuð góða fréttir. En hvað varðar stöðu veðrakerfa þá erum við með lægðir hér suður í hafi og það er ætla nú svona að vera hringsóla í kringum þungamiðju sína næsta sólarhringinn og jafnvel næstu sólarhringa og svo erum við með nokkuð sterka hæð yfir Grænlandi og hún er að teygja anga sína hér til Skandinavíu og síðan meir til Mið-Evrópu og rauninni kemur þá í veg fyrir að þessar lægðir sé að ferðast til austurs eða norðausturs og við sjáum á hreyfimyndinni að það er svona hringsnúast hér lægðinar suður, langt suður í hafi og fá síðan nýja innspýtingu, lægð sem er að koma hér frá Nýfundnalandi á morgun og gengur inn í þessa lægða súpu sem er að finna í hafinu hér suðuraf. Og því áttin verði því áfram austlæg hjá okkur, það er svona aðeins að draga að kaldara loft þó og við búum að sérstaklega norðan til á landinu að þá verður nú hitur svona almennt séð bara rétt í frostmarki eða undir frostmarki. Gætum við ekki í dag hita hér upp á nokkrar gráður sunnar á vestan til á landinu, það er svona minni líkur að það gerist fyrir norðan og austan. Og í nærmyndinni þá lítur þetta svona út og nokkuð til þess að gera bjart yfir vesturhelmingi landsins nú klukkan 19, þyngra þegar austardregur og eitthvað úrkoma að finna á suðaustur og austurlandi og ekki miklar breytingar í þessu hjá okkur til morguns. Við sjáum að staðan verður svona nokkuð svipuð, nokkuð öflugur strengur hér með suðurströndinni, sló til að mynda nokkuð víða í storm hér síðast á landinu í dag og við búum að það gerir það einnig á morgun og jafnvel næstu daga. Í fyrramáli það verður staðan á þessa leið, við sáum að það getur verið nokkur stiga frost í innsveitum norðalands og annars það er innsveitum einnig vægt frost, hitatölur svona í núllinu þar sem að við njótum hafsins og nánast sama mynd hér eins og við sjáum bjart á vesturhelmingi landsins að það getur snjóa lítil á köflum hér austan til á landinu. Og eins og við sjáum í hreyfimyndina þá breytist lítið á morgun og rauninni litlar breytingar næstu daga og við sjáum að staðan verður svipuð allan morgun daginn, annað kvöld allt við sömu fjölina fellt og síðan keyrum við hér áfram þá fram á laugardag og þá sjáum við að ef eitthvað þá herðir aðeins vindin, það er svona úrkomubakki sem verður hér rétt suður af sem gerir svona heldur ágengari og það getur haft í för með sér að það verður svona hvassstrengir hér til landsins þar sem vindur stendur á fjöllum á laugardaginn en á öðru leyti litla breytingar. Við getum reynda fundið fyrir svona vindstrengjum víða land en þetta verður nú sínu hvassast á hér allar síðst á landinu. Fram til sunnudags þá er svo sem ekki mikið sem breytist áfram lítilsháttar úrkoma á köflum suðaustan og austanlands síður annars staðar og jafnvel bjart veður mestallt vestanvert landið og hitatölur svona er 1 til 5 stig sunnan og vestan til á landinu en í kringum frostmarki fyrir norðan og mánudaginn þá er að sjá að þetta verður svona nokkuð svipað nema þessi skil sem eru hér rétt suður á þau gætu gengið inn á land þegar líður þá á mánudaginn. Þannig að með úrkoma þá síðdegis en þetta getur nú allt saman fljótt breyst. Það er svona gott að vera í bili, verið sæl.